Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Á Vopnafirði byrjuð aftur bolfiskvinnsla, en hér hefur ekki verið unnið bolfiskur í mörg herrans ár. Þetta var bolfiskvinnsla hérna, ætlum við ekki unnið hérna síðast bolfisk 1997 ef ég man rétt. Svo vorum við í annarri starfsemi svona eftir það í smá tíma. En það má segja að 10 ár hafi ekki verið unnið bolfiskur hérna í þessu húsi. Hvernig kemur fiskurinn í hús? Fiskurinn er sem sagt, hann er með landað í Reykjavík og okkar ísfisktogurum og hann er keyrður hingað bara á flutningabílum. Bara ákveðnu magni á dag sem er svo unnið og þannig að við erum alltaf með ferskt og gott hráefni. Hver er loka aðvörðin hjá ykkur? Við erum aðalega í, eins og farið á stað, þá erum við aðalega í ferskum hnökkum og bakflökum sem er að fara á Frakkland. Og fyrst og fremst er þetta uppsjávardeildin sem er svona aðal fókusinn hjá HB Granda er á uppsjávarfiskin, makríl, síld og loðnu. En eins og hún getur nú verið, þá er hún dynnt út loðnan og okkur vantaði í rauninni uppfyllingar vinnu fyrir fólkið. Þess vegna var ráðist í þessar framkvæmdir hér í bolfiskhúsinu. Við gátum verið að horfa fram á 5, 6, 7 mánaða stopp á ári sem við höfðum ekki starfsemi fyrir fólkið. En hvernig líst starfsfólki á að hafa nú vinnu árið kring? Það er bara rosalega fínt. Maður hangi ekki heima 6 mánuði á ári svona eftir síld og makríl og þannig að þetta er bara frábært. Gott að komast í svona að fá rútínu á milli vertíða. Já, fá rútínun aftur og þetta ekki alveg út. En hefur þetta ekki eitthvað félagslegt gildi líka fyrir fólk að vera ekki að innan gæsalappa hanga heima á milli vertíða? Auðvitað er það. Þetta er bara alveg dásamlegt fólk og fínt að vera komin í það aftur. 65 starfsmenn eru fastráðnir hjá fyrirtækinu á Vopnafirði og hefur það færst í aukana að þeir mennti sig í sjávarútvegsfræðum til að geta nýtt menntun sína í heimabyggð. Hvað þýðingu hefur það að geta fengið vinnu við sína menntun hérna í heimabyggð? Það er bara ótrúlega mikilvægt og það er rauninni líka ástæðan fyrir að ég sótti þetta nám. Að ég taldi að þeir hafi það möguleika á að koma heim og geta unnið heima. Telur þú vera að þetta sé framtíðin? Það er bolfiskur og uppsjávarvinnsla hérna á Vopnafirði? Já, þetta er gríðarlega þýðingarmikið fyrir okkur að fá þessi bolfiskvinnslu að hafa vinnu allt ári og maður sér það bara á heyrir af fólkinu að það er mjög þakklátt fyrir að hafa þá þessa vinnu allt árið og já, ég tel að þetta sé bara framtíðin. Nú er töluverður munur væntanlega á uppsjávarvinnslu og bolfiskvinnslu. Já, þetta er mjög ólík vinnsla sem slík, sko. Það er hérna út í uppsjávarfrystingahúsinu þá erum við að vinna á vöktum og það er eiginlega ekkert stoppa frá júlí fram í október, nóvember. Þannig að þetta er svona gjörólíkt. Hérna náttúrulega komum við á morgnana og förum heim seinnipartinn og sofum allir í sínu rúmi og þannig að þetta er gjörólík vinnsla og þetta er svona líflegt og þetta er svona allt öðruvísi heldur en uppsjávargerinn. Er samt sama stemningin? Það er alltaf góð stemming. Við erum náttúrulega svo heppnir að við erum með svo gott starfsfólk hérna. Þannig að það er alltaf gaman og mikið fjör á fólki, bæði hér og út í uppsjávarhúsi. Það er náttúrulega það sem er kannski lífgar uppsjávarhúsi að við tökum inn svolítið mikið af fólki á sumrin. Þannig að það litar nú svolítið samfélagið líka. Blandast svona skemmtilega saman. Og hvernig er það? Er megnið af fólkinu hér? Hér er eiginlega allt heimamenn, eða ekki? Jó, hér er stórun hluta heimamenn í vinnu og svo tökum við inn núna því að nú er ekkert stoppað á milli vertíða þannig að fólk þarf að taka sumarfrí á einhverjum ákveðnum tímum og við þá fyllum upp í húsi með aukafólki þá þess á milli sem fer svo væntanlega líka í uppsjávarhúsið. Andri kom á vertíð fyrir nokkrum árum en hefur ílengst á Vopnafirði. Ég er Kópavogsbúi og ég kom hingað til Vopnafjarðar 2010. Þá kom ég hingað með 2 vinum mínum og við ætluðum að skella okkur á síld og makríl vertíð. Svo bara liðu vertíðarnar og ég er bara fastur hérna. Mér líður bara vel hérna á Vopnafirði. Og bara komin í 8-5 vinnu og ertu bara sestur hér að eða? Já, það má segja það. Ég fastriði mig hérna í HB Granda fyrir 3 árum. Samanlagt er ég búinn að vera hérna í 7 ár og bara mér líður vel hérna. Hvað var það svo til dæmis bara við vinnuna sem fekk til að koma alltaf aftur og aftur? Það er nú aðalega svona, maður er svona vinnufíkill í sér að vera að vinna 12 tíma vaktir. Og það er mikil vinna og vinna við fisk. Ég hef bara mjög gaman að því. Hvaða þýðingu heldur að þessi vinnsla hafi fyrir bara starfsmenn og staðinn? Náttúrulega gríðarlega mikla þýðingu fyrir starfsfólkið og náttúrulega staðinn allan, sko.
Það eins og ég segi, fólk hafði ekki atvinnu hérna eða var heima í rauninni á launum hjá HB Granda. Það var aldrei sagt neinum upp sko, en fólk var á strípaðri dagvinnu heima í, eins og ég segi, í 4-5 mánuði í senn. Þannig að þetta bara gríðarlega mikið svona, hvað ég segja, skot fyrir okkur Vopnfirðinga að fá þetta aftur. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.